Gjörðu svo vel. Já, ég kalla hana fyrirlestur vistkerfið golfklúbbur í sátt við samfélagið. Þetta er erindi sem er byggt á þessari gæðahandbók sem við erum nú að fá og við vorum að gefa út hjá golfklúbbi Ness og Nessklúbbnum og prentuðum hann í viðhafnum búningi. Ég ætla að reyna að svara spurningunum af hverju og til hvers, svo sem af hverju við erum að vinna að umhverfismálum. Fækkun lífvera er stærsta umhverfishættan sem stafar af manninu, samkvæmt Sameinuðu þjóðunum. Sameinuðu þjóðirnar hafa skuldbundið sig til að viðhalda fjölbreytni lífríkis, bæði hvað varðar fjölbreytni tegunda, fjölda einstakra tegunda og vernda vistkerfið þar sem þær lifa. Ísland hefur skrifað undir samning líffræðilegan fjölbreytileika. Í lögum náttúruvernd sem eru markmiðin skilgreind. Og gíta hann að takka hérna. Þannig það. Já, eða hérna bara. Í lögunum náttúruvernd markmiðin tilgreind, markmiðin til verndar vistgerða og vistkerfa og tegunda. Það fyrsta að viðhalda fjölbreytni vistgerða innan náttúrulegra útbreiðslusvæða, að standa vörðum og efla vistkerfi landsins svo eðli þeirra gerð og virkni, að varðveita tegundir lífvera, erfðafræðilegan fjölbreytileika og tryggja ákjósanlega verndarstöðu þeirra þannig að tegundirnar nái að viðhalda sér í lífvænlegum stofnum. Þetta eru íslensk lög. Stór hluti af gróðurlandi jarðar hefur verið breytt í ræktunarland. Gróðurland og jarðland hefur verið tekið undir námur og iðnað. En hvar koma golfvellir inn í þessa mynd? Golfvellir eru gerðir af mönnum. Þeir taka einnig pláss. Þeir hafa áhrif á lífríkið. Árið 2005 var talið að 32.000 golfvellir væru á jörðinni og þeim hefur fjölgað síðan. Talið að það séu 50.000 í dag. Eins og önnur athafnasemi mannsins hefur starfsemi á golfvelli áhrif á náttúrulegt umhverfi hans. Þegar golfvöllur er hannaður í óspilltri náttúru mun það hafa marktæk áhrif á umhverfið. Hins vegar þegar golfvöllur er gerður á ræktuðu graslendi hefur það minni áhrif. Golfvöllur hefur alltaf einhver neikvæð áhrif á umhverfið. Notkun áburðar getur haft áhrif á vöxt annarra grastegunda og jafnvel fækkun grastegunda. Golfvöllur getur einnig haft góð áhrif. Golfvöllur er graslendi og þjónar öðru nálægu gróðursvæði með áveitu vatns. Auk þess að mó og vaðfuglar velja varpsvæði í nálægð golfvalla. Umgengni fólks golfvelli getur verið vörn varpfugla gagnvart ránfuglum og ódýrum. Þannig að golfvöllur getur aukið fjölbreytni dýralífs. Golfvöllur Golfklúbbs Ness er staðsettur á 21 hektara landi á Suðurnesi. Umhverfis Suðurnesi er Seltjarnarnesfjörur sem einkennast meðal annars af fjölbreyttri fjöru sem er sendnar, stórgrýtar, fjörumó, setlögum með steingervingum, sjófuglum og fjölbreyttu gróðursamfélagi. Suðurnes og Seltjarnarnesfjörur eru á náttúruminjaskrá og gildir það ákvæði í náttúruverndarlögum. Leita skal umsagnar Umhverfisstofnunar framkvæmdir þar sem hætta er á röskun náttúruminja og náttúruminjaskrá. Mikilvægisvæði felst í fjölbreyttum fjörum, sandgróðri ásamt sjávartjörnum og fjölskrúðugu fuglalífi. Svæðið hefur mikið útivistargildi
og að auki skilgreint sem alþjóðlega mikilvægt fuglasvæði. Gróðurfar á svæðinu fjölbreytilegt og skiptast þar á tún og graslendi, mólendi, votlendi og strandargróður. Á 3 stöðum á Suðurnesi einnig að finna setlög með skeljalegum frá síðasta hlýskeiði ísaldar og ísaldarlokum. Samkvæmt aðalskipulagi Seltjarnarness árið frá 2006 til 2024 gert ráð fyrir óbreyttri landnotkun en útivistargildi þess skal styrkt með ýmsum hætti. Þegar Golfklúbbur Ness, sem var stofnaður 1964, það eru 50 ára næsta ári, voru á Suðurnesi tún notuð til breyta fyrir hross. Yst vestur á Suðurnesi voru ruslahaugar Seltjarnarnesbæjar. Lögreglan hafði þar einnig skotæfingasvæði. Á miðju nesinu voru fiskverkunartrönnur. Nokkur fjarskiptamöstu voru á Suðurnesi á þessum árum en þeim hefur fækkað. Nokkrir kofar voru frá stríðsárum. Við Daltjörn voru gripahús. Búðatjörn var nánast í flæðarmálinu og gekk sjór reglulega upp í tjörnina. Eftir tilkomu sjávarvarnargarða kringum Suðurnes hætti sjór að ganga upp í kjarni nessins og upp á land. Byrjað var á byggingu sjávarvarnargarða fyrir aldamót og lokið á fyrsta tug aldarinnar þessarar. Í byrjun 7. áratugarins einkenndist fuglalíf á Suðurnesi af máfum, en kría var ekki eins áberandi. Einungis nokkrar æðarkollur uppu þá við völlinn. Eitthvað var rottur sem sóttu ætisist í ruslahauga. Vegna tilkomu sjávarvarnargarða og stöðugrar áveitu á golfvellinum hefur flóra kringum völlinn breyst sérstaklega niður við strönd. Þar sem engin búpeningur lengur á Suðurnesi vex ætihvönn í breiðum utan vallar, eins og sjá má á þessari mynd. Sérstaklega við stærri tjörnina, Daltjörn. Þetta eru dæmi breytingar á lífríki sem stöðugt eiga sér stað. Samkvæmt rannsóknum í Svíþjóð, þegar lífríki á golfvöllum borið saman við ræktarland, þá meiri fjölbreytni lífríkis á golfvöllum en á ræktarlandi. Sérstök verndarsvæði í Svíþjóð gefa fuglalífi meiri möguleika á þróun en golfvellir. Hins vegar í Virginíu í Bandaríkjunum var niðurstaðan að skógarsvæði innan golfvalla auka möguleika fugla. En hver tilgangurinn? Já, niðurstaðan frá Svíþjóð þessi að golfvelli geta auki fjölbreytileika lífríkis með réttri uppbyggingu og umhirðu. Það líka okkar reynsla á nesunu. Það meiri fuglalíf inn á golfvellinum heldur en á svokölluðu friðarsvæði. En hver tilgangurinn fyrir golfklúbba að vinna að umhverfismálum og gefa út umhverfishandbók? Í umhverfishandbók eru upplýsingar og lýsingar á aðstæðum og náttúru sem og reglur sem fara ber eftir. Handbók getur þannig viðhaldið þekkingu til komandi félaga og stjórna og gefið leiðbeinandi reglur umgengni. Handbók einnig yfirlýsing til bæjarstjórna og annarra hvernig klúbburinn ætlar að standa að umhverfismálum. Og hún getur þannig komið veg fyrir misskilning. En hver ávinningurinn að fá vottun? Með vottun þá hefur þriðji aðili, það er að segja úttektaraðili, sannað að viðkomandi klúbbur vinnur eftir reglum og markmiðum sem hann hefur sett sér. Úttekt tryggir að framhald verður á umhverfisstarfinu og gefur klúbbnum upplýsingar hvað hann getur bætt sig. Úttekt ákveðin drifkraftur fyrir umhverfisstarfið. Það þróist áfram eftir að frumkvöðlarnir hafa komið í af stað.
Fyrir suma, og ég veit ekki hvað sá hópur stór, þá sækjast ferðamenn og kylfingar eftir að spila á völlum sem eru umhverfisvottaðir. En hvernig höfum við gert þetta á Nesinu? Í upphafi tókum við saman allar reglur sem voru skráðar og sumar óskráðar. Þetta voru siðareglur, umgengnisreglur, hvernig valið var í sveitir og hver gerir hvað í klúbbnum. Þannig í upphafi vorum við með gæðahandbók í huga. Við ákveðum hins vegar að klára fyrst þann hluta sem snýr að umhverfinu, þannig að umhverfishandbókin hluta gæðahandbók klúbbsins. Bókin gerð af okkur með þeirri þekkingu sem félagarnir búi yfir ásamt skýrslum og gögnum sem lágu fyrir. Það hefði verið hægt að fara þá leið að fá sérfræðinga til að taka saman þennan texta en við ákveðum að gera þetta svona. Það getur hins vegar verið gott að láta gera frekari úttekt og styrkja umhverfisstarfið þannig fræðilega. Í upphafi bókarinnar náttúrulýsing og meginmarkmið klúbbsins. Meginmarkmið eru þannig bæði umhverfismarkmið og gæðamarkmið. Meginmarkmiðin eru sem þessi: markmið golfklúbbs Nesklúbbsins í umhverfismálum að starfsemi klúbbsins skaði ekki umhverfið. Að allir starfsmenn starfi í heilsusamlegu umhverfi og kylfingar leiki golf við örugg skilyrði. Slasist ekki. Síðan segjum við hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar í umhverfismálum sem felst meðal annars því að hafa umhyggju fyrir umhverfinu, setja upp mengunarvarnir, skapa örugg vinnuskilyrði, kaupa umhverfisvænar vörur, skipuleggja okkur þannig að engin slys verði á vellinum. Eftir þetta settum við okkur sérstök umhverfismarkmið sem eru þetta: fyrsta, bjóða upp á góðan golfvöll sem í sátt við náttúrulegt umhverfi vallarins, leitast við að bæta okkur árangur í umhverfismálum og fylgja lögum og reglum í umhverfismálum, velja ávallt tæki og tækni og efni sem hafa minnst mögulega skaðlega áhrif á náttúruna og nota vistvæn hráefni og orku, gera kröfur á viðskiptavini og gesti að þeir viti af og taki tillit til markmiða okkar í umhverfismálum, fræða starfsfólk umhverfismál þannig að það geti tekið ábyrgð á umhverfisþáttum í sínu starfi og endurmeta umhverfisstarf klúbbsins að gera grein fyrir því á opinn hátt. Síðan eru lýsingar á hvernig við ætlum að standa að náttúruvernd, hvernig við verndum landslag, nýtum vatn, högum áburðargjöf, flokkun sorp, notum orku fyrir vélar og húshitun og hvernig við fræðumst og fræðum aðra. Í handbókinni eru einnig lýsingar á starfsemi klúbbsins, svo sem skiprit hans, lýsing á hlutverki og ábyrgð nefnda, stuttar starfslýsingar fyrir framkvæmdastjóra, vallarstjóra, golfkennara, veitingamann og lög félagsins. Einnig eru í umhverfishandbókinni siðareglur og hér einn þeirra því hún kemur að umhverfismálum. Kylfingar á Nesvellinum skulu sýna dýralífi virðingu, taka tillit til fólks utan vallar og setja það ekki óþarfa hættu við golfleikinn. Þeir skulu með sama hætti ætíð taka tillit til starfsmanna vallarins og láta þá njóta þess forgangs sem þeir eiga. Golfklúbbur Nes hefur sótt vottun á umhverfismálum okkar og við vonumst til að fyrsta úttekt fari fram eftir áramót. Hörður kinkar kolli. Þessar myndir tók Guðmundur KR í nærmynd. Ég get sagt ykkur það að þessi mynd var ekki tekin í sumar. Takk ykkur fyrir. Nú, ég veit að Eggert tilbúinn að svara